Mikill uppgangur hefur verið í ferðaþjónustu í Mývatnssveit á undanförnum misserum. Í sumar opnaði nýtt 80 herbergja hótel og annað hótel í bígerð. Eins standa nú yfir miklar framkvæmdir við Selhótel en hótelið er að stækka næri helming hvað fermetrafjölda varðar. Við byrjum á þessu upp úr 20. september, þannig að við erum búin að vera rúman mánuð og þetta hefur gengið mjög vel. Það er allt gert úr forsteftum einingum og þannig að þetta getur gengið mjög hratt. Þið eru semst að fá 23 ný herbyggi hérna á hótelið en fyrir utan herbergin, hver verður stærsta breytingin á hótelinu við þessa stækkun? Já, til dæmis jarðhæðin stækkar 740 fermetra og þar fáum við 150 ný sæti í veitingasalnum. Við erum einnig að fá stærra og svona betra lobby og svo erum við líka að fá 80 manna fundarsal. Þannig að þetta eru býsna miklar breytingar og einnig munum við færa hótelið úr 3 stjörnum upp í 4 stjörnur. En nú opnaði annað hótel hér í Mývatnssveit í vor, 80 herbergja hótel Laxá. Er virkilega þörf á svona miklu gistirými hérna? Já, þetta er náttúrulega uppsöfnuð þörf sem er búin að vera að byggjast upp lengi og það er nánast leið og við sögðum að ætlum að byggja þetta, það var það fullbókað fyrir næsta sumar. Já, hvorki meira en minna? Já, það er sem betur fyrir svolítið ferðamönnum sem vilja heimsækja Mývatnssveit. Yngvi hefur rekið Selhótel ásamt konu sinni Ásdísi Erlu Jóhannesdóttur í 14 ár en hefur þó verið viðloðandi ferðabransans svo gott sem frá fæðingu því móðir hans hóf veitingasölu og verslunarrekstur þar sem Selhótel er núna árið 1973. En hver er staða ferðaþjónustunnar í Mývatnssveit og hvernig sér Yngvi ferðamálin þróast? Það er alltaf bara mikil breyting í ferðamennskunni í Mývatnssveit og sérstaklega sem betur fer hefur verið að lengjast tíminn. Varðandi gjaldtöku þá vil ég sjá gjaldtöku af ferðamönnum en ég vil helst sjá hana þegar menn kom inn í landið. En eru mývetningar ekki bara komnir í svolítið ógöngur með þessi mál? Það er nú skemmst að minnast umræðu rotþræðir hérna í sveitinni, það er annað víst ekki álagstímum? Nei, þetta er bara verkefni til að vinna úr og að þú tala rotþræðar þá er það bara hreinsun sem þarf að fara í gang og við munum klára það allt saman. Já, þróunin, ég vonandi á hana eftir að vera þannig að menn munu sérhæfa sig meira í því sem er að gera og vera svona markvissar í þeim verkefnum sem er verið að vinna. Vonandi verður líka svona skýrari stefna hvernig menn er að ganga svæðið og við vonum að það bara verði allt í besta mál. Yngvi sem er menntaður smiður og byggingatæknifræðingur hannaði sjálfur stækkunina á hótelinu og er byggingastjóri á verkinu. Hann þarf að halda vel á spöðunum því verklok eru áætluð í apríl. Hann segir að stækkunin á Selhóteli verði í anda þess sem fyrir það er að segja evrópsk klassík með áherslu á heimilislegt viðmót. Á meðan á framkvæmdu stendur er hótelið galopið enda jólahlaðborinn framundan. En hvernig fara hávaðasamar framkvæmdir saman við hótelreksturinn? Við verðum bara að vanda okkur svolítið vel hvenær er verið að bora og hvenær er verið að hamra en jú, þetta getur alveg fyrir ágætlega saman. Við breyttum aðeins þannig að móttakan er norðan á húsinu og framkvæmdirnir er aftur móti baka til og við erum búin að vera núna með villibráð 4 helgar í röð og þetta hefur farið ágætlega saman. Þannig að við flökkunum bara til að takast á við næstu verkefni sem eru jólinn og allt því sem því tilheyrir en svo eru líka erlendir ferðamenn hjá okkur allt árið. Það er náttúrulega norðurljósin sem að heilla? Norðurljósin og síðan þessi vetrardýrð, upplifa snjó og kulda og það er náttúrulega ekki allir sem hafa upplifað það áður. Það þykir þeim spennandi? Já, náttúran hún er svo einstök sérstaklega veturnar.